more
touch down in my soul. Holy Spirit, take control. I hunger for, I want you, glory, Lord. I want to feel your touch down in my soul. Holy Spirit, take control. I hunger for, I want you, glory, Lord. Komin öll sæl og blessuð. Heilsa ykkur öll í nafni Jesú Krist. Dóri, til hamingju með að vera orðin svona roskin og þroskuð. Það ekkert allir sem ná þessum aldri. En það bara Guðs náð að hafa góðan aldur og góða heilsu. Er það ekki? Það getur vel verið að þú fáir hérna bara tækifæri og eftir þess að koma hér upp og gefa þeim vitnisburð. Þetta kona sem hefur gengið í gegnum ýmislegt. Þegar hún var í barnæsku sinni, þá var hún í Finnlandi og þá hófstu vetrarstríð milli Rússa og Finna. Hún lifði það af. Hún lifði seinni heimsstyrjöldina af. Svo kom hún til Íslands og hún búin að lifa þetta allt saman af. Svo þetta stórmerkileg manneskja. Þið eru átt ykkur á því, ég man eftir henni fyrst þegar hún komin á Selfoss. Þá var hún hjá honum Matthíasi apótekara og var að blanda saman líf og ég held að þeir á Selfossi hafi lifað miklu lengri ævi fyrir bragði. Það voru réttu efnin sem fóru þarna saman. Svo ég búinn að fylgjast með henni og hún búinn að vera hér á Suðurnesjum, bara alveg frá ómuna tíð, sumra hér inni. En þú hefur allstað sómað þér vel. Það allstað fyrir gott orð af þér. Svoleiðis að það bara gott og gagnmerk að hafa svona konu á meðal okkar. Og ég veit að Dóri sé þannig að ef henni þykir eitthvað, ég ekki alveg fara rétt með, þá fæ ég símhringingu svona á sunnudagskvöldi eða mánudagsmorgni. Og þá hún að biðja mig mat og þetta eða hitt. Það aldrei nein læti í þessu, en hún mjög nákvæm á orðið og það gaman að vita til þess þegar fólk svona, ég vil ekki alveg nota orðið picky. En það liggur við að stundu sé það svo, hún vill vera nákvæm. Skiptir máli fyrir okkur að hafa orð Guðs á hraðbergi og við séum svolítið nákvæm á hvað Biblía segir. Mér finnst það skipta máli og ég bara þakka þér fyrir, Dóris mín, að vera svona frjáls og prúð við mig að segja mér þegar þér finnst eitthvað því að ég geri ekkert annað betra heldur en það að nema Guðs orð, læra það og fara rétt með það. Það skiptir mig öllu máli að fara rétt með Guðs orði. Ég ætla aðeins að fá að fara með þig inn í fyrra Kórinthubréf. Ég ætla að taka kaflan þegar Páll postuli búinn að kenna okkur kærleikann. Og Bergsveinn Ómar var búinn að syngja þennan fína texta kærleikann sem umber allt og skapar þetta andrúmsloft að við höfum gaman að hittast. Við höfum gaman að vera saman og ég kann vel að meta það, systkini, að sjá okkur á Reykjavík og vita það að þið eru komið hér vegna þess að ykkur þykir vænt að koma saman og heyra Guðs orð. Þetta eru kostagjafir sem við fáum inn í söfnuðinn, fólk sem þráir að heyra Guðs orð. Og vitið þið hvað er sagt þetta fólk? Jesús segir bara, sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Svo þegar ég segi sæll og blessuð eða sæl og blessuð, þá trúi ég því að ég sé segja, þú varðveiti Guðs orð. Þú ert akkurat að gera það sem rétt er. Sælir eru þeir
sem heyra Guðs orð og varðveita það. Páll postuli að kenna Kórinthumönnum og hann lýkur kafla 13. kapítóla Kórinthubréfsins með svona orðum og segir við okkur: kærleikur verður aldrei úr gildi. Þú veist, hann verður alltaf. Spádómsgáfur, þær munu líða undir lok. Þið vitið, hæfir ekki okkar til að sjá í kringumstæður og lesa í kringumstæður. Það núna, en það mun líða undir lok. En tungur, þær munu þagna. Og þekking, hún mun líða undir lok. Við erum ein af fáum þjóðum sem innan við 400.000 manns og við tölum okkar eigið gamla tungumál. Við höfum fallbeygingarnar, við höfum kynbeygingarnar. Það fer alveg eftir þeir vilja hvort að ég tala sögnina í kvenkyni eða í kallkyni. Hún breytist af því málið er svo gamalt. Flest tungumál, þau eru búin að missa þetta yfirbragð. En af því við erum með gamalt tungumál, þá viljum við endilega varðveita það. En miðað við Guðs orð, þá mun það líða undir lok. Það er bara þannig. Það mun líða undir lok. Og svo segir hann, þegar hann er búin að telja upp hvað líður undir lok, hvað er síðan fullkomið, þá byrjar hann á 14. kapítúlanum og segir við okkur: keppið eftir kærleikanum. Af hverju þarf það? Kemur þetta ekki alltaf sjálfu sér? Nei, við þurfum stundum að taka okkur á og segja: heyrðu, ég má ekki hugsa svona, ég má ekki hafa þetta viðhorf. Ég þarf að keppa eftir því að láta andlit Jesú Krists birtast í mínu lífi. Ég þarf að vera þeim þannig stendur að þegar ég hitti bræður og systur og vini og kunningja og jafnvel óvini og fjandmenn og andstæðinga, að þá sé ég ekki með hatur í hjarta mínu, heldur ég birti sannleikann, ég birti orðið og ég sýni í atferli mínu að ég er fylgjandi Jesú Krist. Því það er yfirbragðið sem að enginn getur í móti mælt. Menn geta rifist við kenningar. Það er engin vandi. En leið og þú sýnir af þér þetta háttalag og þessa framkomu að fólki líði vel hjá þér. Þú getur talað við það. Þá er allt annað viðhorf. Ég reyndi þetta margoft þegar ég var í kennslu. Ég var með ódæla peyja og ég var með ferlega freka stelpur og það gat alveg farið í taugarnar á manni og maður sá að kannski stundum veitt ekki af að taka í lurgin á þessu liði, flengja þær eða gera eitthvað annað, en svo mátti maður ekki gera neitt að slíku, maður mátti ekki láta neitt á sér, ekki sjást á þeim. Okkur var kennt það í kennaraskólanum. Pálmi, hann var að kenna okkur svona kennslutækni og Pálmi var gamall kennari og hann segir: strákar, þið megið aldrei láta sjást á nemanda að þið hafið þurft að tukta hann til. En þið megið gera eitt. Þið megið taka þannig í fötin á honum, eða þetta skamman, þá tekur þú svona í skyrtu og peysu og þú hífir hann aðeins upp. Þá dregst hérna upp úr buxunum og strákur verður svolítið álappalegur. Þá máttu segja við hann: hættu þessu, drengur. Og þegar hann lítur ekki vel út, þá hefur þetta miklu meiri áhrif á hann. Þetta var mjög hollt og gott ráð. Ég notaði þetta margoft og ég veit að þetta er góð leið fyrir foreldra að átta sig á hvað má ekki fara yfir mörkin, en þið þurfið líka að sýna að þið hafið valdið, þið hafið stjórnina, það eru þið sem eigið að ráða. Nú kemur ekki amen yfir þessu. Þetta er bara eina af þessum tæknibrögðum sem að okkur hefur uppálagt. Og Páll, hann er svolítið að kenna okkur nýju tæknibrögð kristninnar. Og sjáum hvað hann segir í 14. kapítúlunum 1. versi. Keppið eftir kærleikanum. Sækist eftir gáfum andans en engum eftir spádómsgáfu. Og í kaflanum undan, 13. kapítúlunum, þá var hann að segja við okkur að spádómsgáfan, hún myndi líða undir lok. Af hverju eigum við að sækjast eftir því sem er líður undir lok? Þetta er mjög athyglisverður punktur hjá Páli, og ef ég fer aðeins neðar í kaflan, takkið eftir því sem hann segir í 7. versinu, í 14. kapítúlunum: hvað myndi ég gagna yður, bræður, ef ég kæmi til yður og talaði tungum, en flytti yður ekki
opinberun eða þekkingu eða spádóm eða kenningu. Hann nefnir 4 atriði sem að hann vill endilega að séu opinber á samkomunum hjá honum. Þekking, opinberun, spádómur og kenning. Og hvernig getum við komið svona málum til skila? Jú, það með því að keppa eftir kærleikanum og sækjast eftir gáfum andans, einkum eftir spádómsgáfunni. Og ég fór náttúrulega að pæla og spekulera, hvernig kemur spádómsgáfan fram? Ekki hollt fyrir okkur sem söfnuður að vita að spádómsgáfa eitt af því stórkostlegasta sem við fáum frá Guði almáttugum. Ef ég fer bara með ykkur, komið með mér í smá biblíulestu núna, ef við komið með mér í Amos 3. kapitula, þá alltaf svo merkilegt hvað spámennir að segja, og Amos hann talar alveg hygglilega það að Guð, hann gerir ekkert nema að láta spámenn sína vita. Hafið tekið eftir því? Ég með ykkur í 3. kapitúlu Amos. Nei, drottinn gjörir ekkert án þess að hann hafi opinberað þjónum sínum og spámönnum ráðsályktun sína. Þetta 7. versi. Þetta ekki athyglisvert að spádómsgáfunni fylgir það að Guð hefur beint samband við þig? Guð talar til þig. Guð segir hvað hann ætlar að gera á morgun eða hinn eða hvað framöndan Íslenska þjóðin, hún þarf á þessu að halda. Söfnuðir þurfa á þessu að halda. Við þurfum að vita hvort að við stefnum í ógöngur eða ekki. Við erum búin að vera með stjórnmálamenn sem hafa hagað sér þannig, það eins og þeir ráði himni og jörð. Það eins og þeir ráði öllu hvað rétt og hvað rangt, og við sjáum það að þeir fara sínum fram, sama hvað það kostar þig og mig. Og þeir eru meira að segja að fara sínu fram þannig að þeir ætla að breyta andrúmsloftinu, þeir ætla að hafa kólnun jarðar á þinn kostnað. Þú þarft að borga. Þú verður skattlagður. Hvernig líst ykkur á? Þegar Jesús Kristur hafði áhrif á bæði himinn og jörð og andrúmsloftið og allt það sem var í kringum lærisveinana, þá var hann í stafni bátsins, hann hastaði á vindinn og sjóinn og það var stillilogn. Hann ræður yfir himni og jörð, hann ræður yfir veðri og vindum. Ég vil að svona aðili fái stjórnað Íslandi og ég trúi því að við sem að getum sóst eftir spádómsgáfunni, við getum fengið þessa gjafir frá Guði almáttugum, drottni Jesú Kristi, að við getum jafnvel fengið vald til þess að hasta á vind og sjó. Ekki af því að við erum miklu betri öðrum, þetta bara af því að Guð notar okkur sem verkfæri. Guð gerir sér dýrlegan af því við erum menn sem sækjust eftir því sem hann hefur talað og hann notar þessa menn með spádómsgáfuna til þess að opinbera fyrir þjónum sínum ráðsályktun sína. Einn af þessum þekktu spámönnum Gamla testamentisins komið með mér í seinni konungabók, síðari konungabók, það afskaplega merkileg lesning þar. Þetta fara með ykkur í 4. kapitulan, það kannski best að byrja því að fara í 3. kapitulan, það sem að við komum fram með jarðtekn Elísa. Elísa spámaður var einn af þeim sem að litaði samfélag sitt virkilega vel. Fyrir örfáum árum, þá kom ég með hóp með mér og við fórum til Jerikó í Ísrael. Hann á Vesturbakkanum, Jerikó, og þegar ég kem inn í bæinn þá stór rútubílastöð og stórt plan og þarna var mikil þjónustumiðstöð. Við lögðum rútunni og við fórum út. Það sem blasti við okkur fyrst þegar við komum út úr rútunni, það var heilmikill minnisvarði og það var Elísa spámann. Það stóð þarna flottum stöfum skrifað í mósaík, brunnur Elísa spámanns. Já, þetta þótti mér merkilegt, því að Elísa spámann, hann var gyðingur. Hann var ekki Palestínu-Arabi, þið vitið það. Og af því að hann var gyðingur, þá var hann þarna í Jerikó. Og hvað gerði hann? Elísa spámaður kemur þarna til Jerikóborgar
og það byrjað að kvarta við hann. Heyrðu, veistu það, allar konurnar hjá okkur, þær eru að missa fóstur. Við fáum ekki lengur börn. Þau fæðast allt og snemma, þau fæðast andvana jafnvel. Og það ekki hægt að halda inn í lífinu. Þetta var vandræðað ástand. Og sagan segir í öðrum kapitulanum, 19. versi, borgarmenn Jerikó sögðu við Elísa, borg þessi liggur í vísu vel, eins og þú sjálfur sérð, herra, en vatnið er vont og landið veldur því að konur fæða fyrir tíman. Hann sagði við þá, færi mig nýja skál og látið í hana salt. Þeir gjörðu svo og hann gekk út að uppsprettu vatnsins, kastaði saltinu í hann og mælti, svo segir drottinn, ég gjöri vatn þetta heilnæmt, upp frá þessu skal það eigi valda dauðan í ótímaburði. Bara saltið. Og ég veit að lyfjatæknin, hún Dóris, hún hefði alveg hyglu skilið hvað gerðist þegar saltið fór í vatni. Þegar ég kem þarna 2017 og þá erum við að tala jafnvel 3000 og eitthvað árum síðan, 2700-800 árum síðan, þá vatnið ennþá notað í Jerikó úr þessum brunni. Túristar gátu fengið sér á könnu og drukkið. Þetta var talið heilnæmt vatn. Hugsið ykkur hvað gerist þegar Guð tala við einn mann og það einn maður leiddur af andanum og hann fær að umbreyta vatnslind þjóðfélagsins. Megum við biðjum það að svona gerist á Íslandi? Að vatnslind þjóðfélagsins, það sem að nærir okkur og hjálpar okkur og græðir, það fá að gefa okkur heilbrigt vatn. Og ég á við bara alls konar isma og kenningar sem að koma til okkar inn í pólitíkina og gegnum pólitíkina og þá að kenna okkur ykkur nýja tækni og ný fræði vegna þess að menn eru komnir út af Guðs orði. Þeir láti ekki orð drottins leiða sig. Þetta jafnvel orðið svo hættulegu boðskapur að börnin okkar sem eru á grunnskóla aldri, þau fá ekki að heimsækja kirkjur fyrir jól. Þau fá ekki að heyra jólaguðspjalli lengur í grunnskólu landsins. Hvað í gangi? Af hverju þetta orðið eitt hættulegasta veganesti sem þau getur skaffað barninu? En þetta Guðs orð. Og þá sjáum við hvort það þurfi ekki að laga uppsprettuna í landinu. Við þurfum að laga það sem er til heilla og hamingju fyrir næstu kynslóðir. Við skulum fylgja Jeremíu aðeins áfram. Við skulum koma í 5. og 7. kapitulan og það svolítið athyglisvert að 7. kapitulinn síðar í Konungabók, ég ætla aðeins að halda mig þar bara, og þá segir frá versi 8, þegar Sýrlands konungur átti í ófriði við Ísrael, ráðgaðist hann við menn og mælti, á þeim og þeim stað skulu þeir liggja í launsátur. En Guðsmaðurinn sendi til Ísraels konungs og lét segja honum, varast þú að fara fram hjá þessum stað, því að Sýrlendingar liggja þar í launsátri. Þá sendi Ísraels konungur á þann stað sem Guðsmaðurinn hafði nefnt við hann, varaði hann konung þannig við í hvert sinn og gætti hann sín þar og það oftar en einu sinni eða tvisvar. Svoleiðis að hann afhjúpaði ráðsályktun Sýrlands konungs og sagan heldur áfram. Út af þessu var Sýrlands konungur órór í skapi. Kallaði menn sína og sagði við þá, getið þér sagt mér hver af vorum mönnum ljóstrar upp fyrirætlunum vorum við Ísraels konung? Þá sagði einn af þjónum hans, því ekki svo farið, minn herra konungur, heldur flytur Elísa spámaður sem í Ísraels konungi þau orð sem þú talar í svefnherbergi þínu. Þvílíkur kjaftaskur, þvílíkt að hlusta á hvað að gerast í svefnherbergi konungs og geta flutta í hirð Ísraels konungs. Varaðan við, hvað að Guð vil ekki gera hjá þér? Hvað að Guð vil ekki opinbera í þínu lífi? Hvað að Guð vil ekki gefa hjá þér þegar þú kemur til vinkonu eða vinarðings, þú gefur nýtt heimili og þú veist ekki endilega allt saman sem þar í gangi, en þú talar orð sannleikans og opinberar hvað í gangi.
Guð gefur mér oft drauma og nætursýnir. Þetta er mjög athyglisverð gáfa sem að ég hef fengið frá Guði. Einu sinni dreymdi mig það. Þá var ég ógiftur maður, ég var að biðja Guð að leiða mig og velja mér konu því að ekki átti ég marga sénsa. Ég vissi bara að ég þurfti einn. Nema, mér fannst ég liggja upp í rúmi hjá mér á Hverfisgötu 50 þegar ég var í kennaraskólanum og ég horfði upp í stjörnubjartan himinin, þakið og horfið af húsinu og ég sé bara stjörnurnar á himnum glitra skært og flott. Svo er ein sem fellur niður í svona skemmtilegum boga, verður svona eins og loftsteinn með eldrauk á eftir sér og svo sé ég það að þetta er hringur, svona eins og snúra sem voru gjarnan notað hjá konum fyrir framan giftingarhringinn og þessi snúra, hún féll síðan á hliðina eða á kantinn og þá að skrifa nafni Brynja. Og þegar ég vaknaði þá hugsaði ég, nei, ó nei Guð, þetta má ekki vera svo. Þá vorum við ekkert byrjuð neitt saman, ég og Hrefna Brynja. En ég vissi nákvæmlega eftir drauminn hvað þetta þýddi. Ég vissi hver var að hafa vit fyrir mér. Ég vissi að það var hann sem að sá lengra en ég. Ég var ekkert endilega sáttur strax, en ég talaði þetta við Drottinn. Svo liðu árin og nú eru liðin 52 ár frá því að þessi draumur varð. Þetta er ennþá kona mín eftir 52 ár. Ég er voða þakklátur fyrir það að við eigum hvert annað. Ég veit líka að lífið okkar, þitt og mitt, það verður þannig að þú gengur niður í dali og þú ferð upp á fjallatoppa. En það er alveg sama hvar þú ert stattur, hvort þú ert í dalnum eða á fjallatoppnum, Guð er í sami. Guð er alltaf með okkur og við þurfum að læra þá leksíu að sama hvar ég er, sama á hvaða aldri ég er, þá er Drottinn Guð almáttugur með mér, því hann er. Og meira segja nafn hans er Immanuel, sem þýðir Guð með oss. Hvernig líst þér á félagskapinn? Sérðu hver er með þér? Sérðu inn í hvað þú ert að ganga? Sérðu með hverjum þú ert að fara? Sérðu hver er þér við hlið? Þó þú kannski finnir ekkert fyrir því, en þú veist á hugafarið þínu og því sem er að gerast í þínu lífi, þú ert að taka ákvarðanir sem er að byggjast á og grundvallar á orði Guðs. Þetta er nákvæmlega sama og Elísa þurfti að fá. Og sjáu hvað hann gerir svo. Elísa stendur frammi fyrir því að hann kjaftar og uppljóstar öllum leyndarmálunum sem að Sýrlandskonungur var með. Þetta er ekkert ólíkt því sem að þið heyri núna fréttirnar frá Ísrael. Þið heyrir allt í einu, það verður sprengjuárásir og menn eru voða illir og reiðir út í Ísraelsmenn, en eftir eina sprengjuárás þá er búið að eyða stjórnunarmönnum Hisbollah. Þeir voru allir á einum og sama stað, sem þeir máttu aldrei verða. Og hvað gerðist? Þetta bara fór í smá keðju. Fyrst eyðilögðu gyðingarnir litlu talstöðvarnar. Það var ekki hægt að nota farsíma því þeir gátu rakið hvar farsímandir eru. Svo það var farið út í svona símboðana litlu og þeir fóru að springa. Talstöðvarnar fóru líka að springa. Þannig að farsímandir úti, símboðarnir úti og talstöðvarnar voru líka úti. Og þá var allt í einu búið að koma þessum samtökum Hisbollah niður á það stig að það eina sem þið gátu gert, það var að senda skilaboð á litlum miðum og senda lítil börn húsa á milli í Beirút til þess að flytja skilaboð frá æðstu stjórnstöð Hisbollah. Og svo eru þið saman komnir. Og þá fenguðu bara eina sendingu. Það voru nokkrar sprengjur sem komu þarna og það var til þess að öll stjórnin hvarf. Hvað eru við að gera og í hvaða kringumstæðum stöndum við? Við segjum auðvitað, já, það var gott hjá Ísraelsmönnum, en auðvitað er þetta ekki gott þegar það er að drepa náungan. Því að það er aldrei samþykkt af kristinni trú að náunginn sé drepinn. Þetta er oft á tíðum einn nauðsyn í svona styrjöldum, en hvað myndi spámaðurinn hafa gert? Og Sýrlendingarnir, þeir voru svona dæmi það, hvað myndi spámaðurinn gera?
Svo Sýrlandskonungur ætlaði að fara og hitta Elísa og bara taka í lurgin á kallinum. Og svo segir sagan hér. Þá sagði einn af þjónum hans, þér eigi svo farið, minn herra konungur, heldur flytur Elísa spámaður sem í Ísraels konungi þau orð sem þú talar í svefnherbergi þínu. Þá sagði hann, farið og vitið hvar hann svo ég geti sendt menn og látið sækja hann. Var honum þá sagt að hann væri í Dótan. Þá sendi hann þangað hesta og vagna og mikinn her, komu þeir þangað nótt, slógu hring borgina. En Elísa kom út árla næsta morgun, umkringdi her með hestum og vögnum borgina. Þá sagði sveinn hans við hann, þú veist, spámanna sveinn sem var að læra af honum. Hvað eigum við nú til bragðs að taka, segir hann. En hann svaraði, óttast ekki, því að fleiri eru þeir sem með okkur eru, en þeir sem með þeim eru. Hvernig líst ykkur á? Hefurðu tveir þetta saman? Fleiri eru með okkur í hinum. Hvað sáu þið marga? Og þessi sveinn, hann sá bara þá tvo. Bara þú og ég. Og það er náttúrulega ekki glóra í svona boðskap. En hann heldur áfram og segir, Elísa gjörði bæn sín og mælti, drottinn, opna þú augu hans svo hann sjái. Þá opnaði drottinn augu sveinsins og hann sá hann þá að fjallið var alþakið hestum og eldlegum vögnum hringinn í kringum Elísa. Hver með oss? Hver með oss? Ef drottinn með oss, hver þá á móti oss? Þurfum ekki stundum að fá spámenn hingað til þess að segja ykkur frá því hvað að gerast í kringum okkur. Hversu vernduð og varðveitt við erum. Og sjáu þið hvað þetta mjög athyglisvert með okkur mennina. Við erum afskaplega veikir fyrir ef að sjúkdómar banka upp á. Þá mjög stutt í það að þá komi kvíði og þunglindi og erfiðleikar. En hvað heldur okkur uppi ef að orð drottins fær ekki að gera það? Hvað hjálpar okkur í kringumstæðum ef að þetta fer ekki þá leiðina að Guð kemst að? Var þetta ekki alltaf svona auðvelt hjá Elísa? Þið sjáu, hann lagar vatnið í borginni, hann lagar kringumstæða hjá Ísraels konungi, hann segir honum frá hættunum, en svo kemur ógnin til hans sjálfs. Og með þess að Ísraels konungur sem hafði bjargast fyrir orð Elísa, hann var reiður við Elísa spámann. Og hann ætla bara að mæta sjálfur og drepa hann. Ekki að láta Sýrlandskonung gera það. Og ef þið komið með mér í kaflanum hungursneyðin í Samaríu, þetta lok 7. kapitula, þá sagt þetta Elísa. En konungur heyrði þessi ummæli, konunnar reif hann klæði sín, það sem hann stóð á múrnum. Sá þá líðurinn að hann hafði hærusekk á líkama sínum innstan klæða. Þá sagði hann, Guð gjöri mig hvað sem hann vill, nú og síðar, en ef höfuðið situr á Elísa Saffatsinni í kvöld, hann ætlaði bara að mæta honum sjálfur. Svo segir hann, en Elísa satt í húsi sínu og öldungarnir sátu hjá honum, sendi þá konungur mann á undan sér, en áður en sendimaðurinn kom til hans, sagði Elísa við öldungarna, vitið þér að þessi morðhundur hefur sent hingað til þess að höggva af mér höfuðið. Gæti þess að loka dyrunum. Þegar sendimaðurinn kemur, standi fyrir hurðinni, svo hann komist ekki inn. Heyrist ekki þegar fótatak húsbónda hans á eftir honum. Ísraels konungur var kominn til þess að afhöfða spámanninn sem hafði varðveitt konungssæti Ísraels konung vikum og mánuðum saman. Þannig þurfa spámenn stundum að líða það að þeir verða ekkert endilega vinsælasti líðurinn eða vinsælasti maðurinn í borginni. Ef þú sækir þetta í spádómsgáfunni sem Páll postuli talar þá er ekki að sækja þetta í vinsældum. Þú ert að sækjast eftir því að Guð fá að nota þig sem verkfæri. Og verkfærið alltaf þannig að það hefur áhrif og þegar það hefur áhrif þá jafnvel því útskúfað. Elísa,
Hann var aðeins verndaður og varðveittur, ekki vegna vinsælda sinna eða vegna þess að hann hafi varðveitt konunginn, heldur það var bara hönd Guðs sem hjálpaði honum og varðveita. Hvað verndar þig og mig? Hvað hjálpar þér og mér? Ætlum við að vera ein af þeim sem að eltum duttlungar vinahópsins sem samþykkjur okkur í dag en svo leggur hann ekki einelti á morgun? Leitum þess sem við vitum að Guðs vilji. Nú ætlum ég bara að fara að ljúka þessum orðum mínum, að nóg að taka svo sem, en ég ætla að fá að segja ykkur þetta sem að mér finnst líka skipta mjög miklu máli. Að bjarga borginni eða bjarga Ísraels konungi, það dugði ekki Elísa til framhaldslífs. Það var aðeins það að Guð vildi láta hann lifa og Guð gerðan að sendimanni. Síðasta atriði sem að kemur fram, það þegar búið að sitja borgina í Samaríu og það komin hungursneyð. Og konurnar voru farnar að elda börnin sín og sjóða þau. Og ein átt að leggja barnið sitt til matar í dag og hinn átt að gera það á morgun. Og þetta þótti þeim alveg skelfilegt atriði, sem það vissulega En þarna sjáu þið hvað var þrengt að borginni. Elísa, hann kemur til konungsins sem ætla að stífa á hann hausinn og ráðleggur honum. Guð, hann ætlar að breyta kringumstæðum þínum og svo leggur hann þetta til hans og segir við hann að það muni verða svo á morgun. Skulum fara aðeins hérna í 7. kapítulan og 30. Það kemur hérna í 7. kapítulunum. Á morgun þetta leyti að þá verður, það fyrsta versi í 7. kapítulunum, og Elísa mælti heyrið orð drottins, svo segir drottin, á morgun í þetta mun ein sea af fínu mjöli kosta 1 sikil og 2 seur að byggi 1 sikil í borgarhlið í Samaríu. Riddari sá konungur studdist við, svaraði þá Guðsmannunum mælti, þótt drottin gjörði raufar á himinin, hvernig mætti þetta verða? Og Elísa svaraði, þú munt sjá það með eigin augum, en einskis að því neita. Spádómurinn var ekki lengri. Hvað gerði svo? Jú, nóttina, þá voru líkþráir menn fyrir utan borgina. Og þeir sögðu, ekki bara, ef við förum inn í borgina, þá verðum við drepnir og deyjum við. Ef við förum til her Sýrlendingana, þá deyjum við líka. Þannig að það ekkert annað en bara dauðinn sem býður okkar. Ef við ekki fara inn í herbúði Sýrlendinga og fá eitthvað smá að borða. Það örugglega matur þar. Þegar koma inn í herbúði Sýrlendinga, þá hvorki hermaður þar, né foringi. Það allir flúnir. Þeir verða mjög hissa. Þá höfðu Sýrlendingarnir heyrt mikinn jódinn og mikið hófar. Það var eins og væri árás í undirbúningi og þeir sögðu Sýrlendingarnir bæði Hittitar og Egyptar eru komnir í lið með Ísraelsmönnum og þeir bara taka allir á rás og flýja austur til Sýrlands og þar með stríðinu lokið. En allar vistirnar voru eftir. Svo þegar kemur að því, þá komu þessir líkþrámenn í borgina Samaríu, sögðu frá sem þeir höfðu fundið og þeir hlaupa út af borginni Ísraelsmennirnir og það var nóg að borða. Og þar með rætti spádómurinn að svona mikið að byggi kostaði 1 segur og svona mikið af korni kostaði 1 segur og það var bara verðhrun í bænum. Hver sá þetta? Jú, herforinginn, hann var í borgarhliðinu. Hann sá þegar fólki var að hlaupa út og fá sér eitthvað úr herbúðum Sýrlendinga og það kom hlaðið inn með birgðir af mat og korni. Hann sá þetta, en hann var troðinn undir og dó. Nákvæmlega eins og Elísa hafði sagt. Hvað heldur að Guð vilji gera fyrir þig og mig? Sækist eftir spádómsgáfunni. Sækist eftir gjöfum andans. Leyfiði orði drottins
festa rætur í hugafari ykkar og hjörtu til þess að þið gerið Jesúm Krist stillega. Ég ætla að segja amen eftir þessa orð. Ég ætla bara að hvetja þig til þess að þú leggir þitt að mörkum. Það er enginn sem biður náðargáfur frá Guði almáttugum fyrir þig nema þú sjálfur. Þú þarft að opna á. Keppið til kærleikanum, sækist eftir gáfum andans. Ég ætla að ljúka máli mínu hér og við byggjum saman. Jesús minn, þakka þér fyrir að við mögum átt okkur á að köllun þín, hún er yfir okkur til þess að gera því dýrlega. Og hjálpa okkur til þess, Jesús, að við mögum gera nákvæmlega eins og orðið segir, að keppa eftir kærleikanum og sækjast eftir gáfum andans. Að heilagur andi megi nota okkur sem verkfæri fyrir þig, verkfæri í Guðs ríkinu, verkfæri til þess að nafn Jesú Krist fá vera dýrlegt okkar á meðan og við mögum átt okkur á því, Jesús minn, að við erum sendið fulltrúar himinsins í okkar kringumstæðum. Í Jesú nafni. Amen. Heyri amen við þessu. Nú ætlum ég að þakka bara innilega fyrir og hann Kitti hann ætlar að ljúka þessari samkomu og við ætlum að bjóða ykkur svo í 90 ára afmælisveislu á eftir. Gjörðu svo vel, Kitti mín. Ég enda á sönnumarsverðsins, Jesús er. Það stendur utan á húsin okkar, Jesús Kristur er svarið og hann er það. Jesús er. Jesús er. Sanninn á vörum sér. Hann er með lausnir á öllum málum. Svo leggir þau í hendur hans og lútum honum. Jesús er. Jesús er. Jesús er. Jesús er. Sanninn og trúfastur. Á bjargi, svo leggjum okkar traust á hann og fylgjum honum. Hann er svarið, hann er svarið, hann er lausnin, hann er lausnin, hann er svarið, hann er svarið, hann er lausnin, hann er lausnin, hann er svarið. Við allri óreiðunni sem við erum leið. Jesús er, Jesús er, með svörin á vörum sér. Hann er með lausnir á öllum málum, svo leggjum þau í hendur hans og lútum honum. Jesús er, Jesús er, Jesús er, Jesús er, sanninn og trúfastur. Hans orð og viskan eru byggð á bjargi, svo leggjum okkar traust á hann og fylgjum honum. Því hann er svarið, hann er lausnin, hann er lausnin, hann er svarið, hann er svarið, hann er lausnin, hann er lausnin, hann er svarið. Við allri óreiðunni sem við erum leið. Hann er svarið, hann er svarið, hann er lausnin, hann er lausnin,
lausnin, hann svar við allri óreiðunni sem vélar af leið. Jesús Þá endum við þá segir þessi stund lokið í dag. Takk fyrir samveruna. Við ætlum að halda áfram uppi. Það er kaffi og meðlæti uppi. Höldum samfélaginu uppi þar áfram. Drottinn bless ykkur og verið með ykkur í komandi viku. Og munið að lausnin hann, Jesús svarið. Amen. Takk fyrir í dag.